Og þá komið að næsta liða dagskrár, Hafnasamlag Norðurlands, og til máls tekur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, skýrsla sem hér verður flutt í tveimur hlutum, fyrri hlutin í sögulegt yfirlit og þróun hafnasamlagsins Norðurlands frá stofnun, en síðari hlutin framtíðarstefna samlagsins. Þróun hafnasamlags Norðurlands, byggðasamlags, það var stofnað 28. desember 1996 og tilgangur samlagsins að eiga og reka allar eignir hafnanna á Akureyri, Grýtubakkahreppi, Svalbarðsstrandarhreppi og Hörgársveit, svo og önnur hafnamannvirki innan lögsagnarumdæma sveitarfélaganna. Starfsemi Hafnasamlags Norðurlands gilda lög nr. 61/2003, hafnalög, reglugerð hafnamál nr. 236/2004 og hafnareglugerð fyrir Hafnasamlag Norðurlands nr. 287/2005. Í ársbyrjun 2007 yfirtók samlagið hlut af eignum og skuldum Hafnasamlags Eyjafjarðar í kjölfar sameiningar Akureyrarbæjar og Hríseyjarhrepps. Í apríl 2009 sameinuðust Akureyrarbær og Grímseyjarhreppur og í kjölfarið tók samlagið við rekstri hafnarinnar í Grímsey. Nú rekur samlagið 6 hafnir, það að segja Akureyrarhöfn, langstærsta höfnin, Greinivíkurhöfn, Grímseyjarhöfn, Hjalteyrarhöfn, Hríseyjarhöfn og Svalbarðseyjarhöfn. Strax á öðru starfsári var starfsemi samlagsins flutt úr leiguhúsnæði í Oddeyraskálanum í eigihúsnæði við Fiskitanga. Fyrsta starfsárið, það að segja 1997, voru tekjur samlagsins 242 milljónir og hagnaður 33 milljónir, hvoru tveggja á verðlagi 2011. Og 9 fastráðnir starfsmenn voru þá. Á síðastliðnu ári voru heildartekjurnar 771 milljón, hagnaður 327 milljónir og stöðugildin tæp 14. Við stofnun samlagsins ráku skipafélögin 2 Eimskip og Samskip strandflutninga með viðkomu á Akureyri. 2 skip voru í hringferðum landið og 1 skip var í beinum siglingum til Evrópu. Strax árið 2000 hættu Samskip þessari starfsemi og Eimskip dró saman sína siglingar og hætti alveg 2003. Afleiðingarnar voru þær að allur gámaflutningur Akureyrarhöfn lagðist af. Af þessu leiddi tekjutap vegna minni almennra vöruflutninga og einnig fækkaði löndunum þristiskipa. Árið 1999 voru vöruflutningar Akureyrarhöfn 200.000 tonn. Strandsiglingar hófust aftur árið 2014 og nú svo komið að Samskip siglir vikulega til Akureyrar og Eimskip aðra hvora viku. Árið 2018 voru vöruflutningar höfnina rúmlega 229.000 tonn og þar af strandsiglingar þriðjungur af því. Beinn innflutningar úr olíu til birgðastöðvarinnar í Krossanesi hófst 2002 og við það jukust heildarvöruflutningar upp í 175.000 tonn og það magn hélst næstu ár. Minnkaði 2007 en þá var búið að loka bæði bræðslunni í Krossanesi og rækjuvinnslunni í Strýtu. Magn landaðs afla hefur einnig sveiflast mest þó í uppsjávarfiski til bræðslu, þar að segja loðnu og síld, eða frá 80.000 tonnum 2002 niður í 5.000 tonn 2006, sem var síðasta starfsár bræðslunnar í Krossanesi. Minni sveiflur í bolfiski, ísum og fristum og undanfarið ár hefur þetta verið og yfir 20.000 tonn. Tekjur samlagsins vegna landaðsafla, aflagjöld, ekki eingöngu háð magni, heldur einnig og ekki síður aflaverðmæti í íslensku krónum, þar að segja samspil verðs og erlendum mörkuðum og gengi.
Við stofnun samlagsins 1997 námu aflagjöld 67 milljónir á verðlagi 2011. Árið 2018 voru aflagjöldin tæpar 60 milljónir króna. Aldamótin síðustu var farið markvisst í að kynna Akureyri sem viðkomustað fyrir skemmtiferðaskip. Hluti markaðsstarfsins var þátttaka í Cruise Iceland, sem eru samtök hagsmunafélaga, einstaklinga og sjálfstæðra atvinnurekenda sem starfa í þjónustuiðnaði við skemmtiferðaskip, en samtökin voru stofnuð 2004. Með markvissum aðgerðum hefur tekist að skapa bein tengsl við útgerðir margar skemmtiferðaskipa og jafnframt koma á samvinnu við ferðaþjónustuaðila til viðbótar því að vera á hverju ári að bæta skilyrðin og þjónustu innan hafnarinnar. Í þessu sambandi er rétt að geta byggingar þjónustu og upplýsingahús vestan Oddeyrarbryggju sem vígt var 19. maí 2010. Eftir að Grímsey var hluti af Akureyri var einnig markvisst reynt að fá skip til Grímseyjar og er svo komið á milli 30 til 40 smærri leiðangurskip koma við þar á hverju ári. Einnig hefur Hrísey verið kynnt sem góður kostur og hafa nú á síðustu ár nokkur skip komið við þar. Einnig hefur byggst upp nokkuð öflug hafsæki ferðaþjónusta með tilkomu þessara skipa og má þar meðal annars nefna hvalaskoðun frá Akureyri sem stunduð hefur verið síðustu 5 ár frá Akureyri. Árangur þessara vinnu hefur ekki aðeins skilað sér í stórauknum tekjum, heldur líka í mjög svo vinsamlegum umsögnum Akureyrarhöfn og bæinn okkar þar af leiðandi, bæði frá skipstjórnendum og farþegum. Árið 1999 voru tekjur samlagsins að skemmtiferðaskipum 10 milljónir, en árið 2019 voru tekjurnar orðnar 360 milljónir eða hátt í 40% af heildartekjum samlagsins. Rekstrarafkoma. Alveg frá stofnun samlagsins hefur fjármunamyndun félagsins, þar að segja veltufé frá rekstri, verið jákvæð og hefur að stærstum hluta náð að standa undir fjárfestingu samlagsins. Langtímaskuldir samlagsins hafa lækkað jafnt og þétt og voru síðustu áramót sem hlutfall af árstekjum Hafnarsjóðs 0,57 en var hæst 3,6. Þar að segja langtímaskuldir Akureyrarhafnar voru 3,6 sinnum hærri en árstekjur Hafnarsjóðs. Framkvæmdir og fjárfestingar, fasteignir, tvær byggingar hafa verið byggðar á vegum samlagsins. Annað húsið er Hafnarhúsið við Fiskitanga, 420 fermetrar á stærð og kostnaður nú verið 170 milljónir. Húsið var vígt föstudaginn 13. nóvember 1998. Hitt húsið er þjónustuhúsið við Oddeyrarbryggju, 155 fermetrar á stærð og kostnaðarhlutdeild samlagsins var 50 milljónir á núverið. Rekstur þjónustuhúsins er leigður út. Einnig er nýlokið við lítið vakthús Oddeyrarbryggju þar sem kostnaðurinn var 15 milljónir, auk þess sem samlagi festi síðastliðið sumar kaup á Laufásgötu 1 sem áður hýsti stáldeildina. Síðastliðið ár tók höfnin notkun nýjan og mjög öflugan ASG dráttabát sem smíðað var hjá skipasmíðastöðinni Armon á Spáni. Verð bátsins var rúmlega 500 milljónir og hlutur samlagsins rétt innan við 200 milljónir. Báturinn sem ber nafnið Seifur er mjög glæsilegur í alla staði og er með meðal annars 42 tonna togkraft sem gerir hann að öflugasta dráttabát landsins, að minnsta kosti þangað til að nýr dráttabátur Faxaflóahafnar kemur til landsins á næsta ári. Bryggjur. Smíð á bryggju má skipta í 3 áfanga. Það er dýpkun, þilrekstur og þekju. Meðalverktími við hverja bryggju er 3 til 4 ár. Frá stofnun samlagsins til dagsins í dag er samtalslengd á nýbyggðum bryggjum á Akureyri 760 metrar, þar af eru 650 metrar stálþilsbryggjur. Á stjórnarfundi hafnarinnar fyrr á þessu ári var tekið svo ákvörðun að við allar nýframkvæmdir skyldi huga sérstaklega því við hönnun að gera bryggjuna þannig úr garði að auðvelt yrði að koma fyrir háspennu fyrir minni skemmtiferðaskip og flutningaskip. Þó er kostnaður við þessar tengingar svo gríðarlega hár að ljóst er að ekki verður farið í heildarframkvæmdir nema með aðkomu stjórnvalda. Fjárfestingar í löndum og landfyllingum. Landfylling í Krossanesi sem nú er hluti af Bekrumlóðinni, landfylling í Sandgerðisbót, útisvæði fyrir báta, kerrur og vagna, landfylling norðan Flótkvíjar sem er geymslusvæði Akureyrarhafnar og svo Gilsbakki og Syðribakki
jörð og fasteignir, framtíðar athafnasvæði fyrir hafnsækin starfsemi í framtíðinu á Disneysi. Aðra fjárfestingar þátttaka á móti Akureyrarbæ í kostnaði við flutning á olíubirgðastöð af Oddeyrinni út í Krossanes, sirka 50 milljónir á verðlagi 2000. Þátttaka á móti Akureyrarbæ í kostnaði við uppkaup og hluta fasteigna Norðlenska á Oddeyri, 15 milljónir á verðlagi 2005. Rekstur og framkvæmdir í höfnum utan Akureyrar. Tekjur þeirra hafna sem tilheyra Akureyri, þar að segja Grímsey og Hrísey, standa undir rekstri þeirra og á það þó sérstaklega við Grímseyjarhöfn. Aðal tekjupóstur þeirra eru aflagjöld. Þó hafa tekjur af skemmtiferðaskipum aukist hinn síðari ár. Tekjur hinna hafnanna, þar að segja Grenivíkur, Hjalteyrar og Svalbarðseyrar, eru óverulegar. Á Grenivík eru ágætt skilyrði til löndunar og þaðan er gert út á grásleppu og vorin. Á Hjalteyri og Svalbarðseyri eru tekjurnar eingöngu leiguferðagjöld. Sameiningarmál og samvinnumál. Af og til skýtur upp kollinum þeirri hugmynd að sameina undir eina stjórn alla hafninar við Eyjafjörð. Það hafa farið fram könnunarviðræður í nokkur skipti við hafnasamlag Eyjafjarðar og síðar við Dalvíkurbyggð eftir að hafnasamlag Eyjafjarðar var lagt niður. Niðurstaða þeirra viðræðna er sú að ekki sé tímabært að taka aðra ákvörðun í málinu en þá að halda málinu lifandi. Fyrr á þessu ári var gerður samningur milli samlagsins og hafna Norðurþings hafnsögu og dráttarbátaþjónustu á Húsavík, bæði við öll flutningaskip sem og öll skemmtiferðaskip sem þangað koma. Gæti verið að ræða 100 skipakomur á ári. Töluverða umsýslu er að ræða fyrir hafnasamlagið og svo reynsla sem nú þegar er komin á þetta verkefni er góð og eru báðir samningsaðilar afar sáttir með niðurstöðuna. Þá stefnumótun til framtíðar og framkvæmda áætlun 2020. Stefna Hafnasamlags Norðurlands er að hlúa fyrirtækjum og starfsemi sem nú þegar eru á hafnarsvæði Akureyrarhafnar. Þar vega þungt fyrirtæki eins og Úa, Slippurinn og Akureyri, Bústólpi, Fóðverksmiðja Laxá, Olíudreifing, Skeljungur, Eimskip og Samskip auk annarra smærri fyrirtækja. Tryggja og bæta þar einnig aðstöðu Akureyrarhöfn til móttöku á stærstu skemmtiferðaskipum sem koma til Íslands. Í framkvæmda áætlun 2020 er gert ráð fyrir að framkvæma og fjárfesta fyrir 670 milljónir. Hlutur samlagsins er áætlaður 435 milljónir og hlutur ríkisins Vegagerðarinnar 237 milljónir, allt vegna endurnýjun Torfnesbryggju. Stefnt er að því á næsta ári að ljúka semst fyrir sumari lengingu Tangarbryggju til suðurs, áætlað kostnaður 220 milljónir. Undirbúningur einnig hafinn við endurnýjun Torfnesbryggju og verður hafist handa við þá vinnu á næsta ári. Stefnt er að því að færa bryggjuna 16 metrar utar og búa til land á mjög dýrmætum stað í bænum. Ýmsir möguleikar geta skapast á þessu svæði bæði fyrir hafnsækna starfsemi og kannski ekki síst líka fyrir bæjarbúa með nýtingu á þessu viðbótarsvæði ef vel tekst til. Áætlaður kostnaður á næsta ári er 316 milljónir. Af þeirri upphæð er áætlaður kostnaður við að fara með nýtt þil 16 metrum utar en nú er þetta til 100 milljónir. Hugmyndir eru uppi að efna til samkeppni nýtingu og útlit á öllu Torfnessvæðinu fyrir austan Glerárgötu. Jafnframt er haldið áfram að bæta aðstöðu fyrir hafnsækna ferðaþjónustu á hafnarsvæðinu og má í því samhengi benda á nýja aðstöðu fyrir langferðabíla, bæði þá sem að þjónusta skemmtiferðaskip og eins fyrir þá aðila sem koma á kvöldlagi til Akureyrar með farþega og þurfa á aðstöðu fyrir ökutækin að halda fram að næstu ferð. Nýta á lóðina Laufásgötu 2 og 4 fyrir þessa aðstöðu. Lóðin er á milli Eimskipafélag Íslands og Norðlenska. Svæði er lokað með sláarhliði og með aðgangsstýringu þannig að auðvelt yrði að innheimta gjald fyrir alla notkun. Vonustu við til þess að þessi aðstæða verði klár fyrir næsta sumar. Áætlaður kostnaður 50 milljónir. Áætlaður kostnaður vegna endurnýjun á flotbryggjum og í önnur minni verkefni er 98 milljónir. Allar tölur framkvæmdaáætlun eru án virðisaukaskatts. Verðskrá samlagsins mun hækka 2,5% næstu áramót og er þar horft til svokölluðu lífskjarasamninga aðila á vinnumarkaði.
Áherslan á aukna þjónustu við skemmtiferðaskip ekki ástæðulausu eins og fram kemur í tekjuþróun samlagsins. Til að viðhalda og efla þann árangur sem náðst hefur þarf höfnin að vera í stöðugri þróun með endurbótum á bryggjum og öðrum þjónustumannvirkjum og búa við skipulag sem tekur tillit til starfseminnar. Til nánustu framtíðar gert ráð fyrir þjónustuhöfn í Eyjafirði og það á Dysnesi. Stjórn samlagsins hefur lagt mikla áherslu á að atvinnu- og iðnaðarlóðin á Dysnesi verði ekki skert með skipulagsbreytingum, enda ekki margir staðir á landinu sem geta boðið upp á jafngóða möguleika varðandi hafnsækna starfsemi. Vinnu við deiliskipulag og aðalskipulag á svæðinu lokið. Þar sem gert ráð fyrir hafnarbakka með 12 til 18 metra dýpi og alltaf 5 hektara landfyllingu. Umhverfismál snerta okkar starfsemi mikið. Stjórn samþykkti við gerð síðustu fjárhagsáætlunar að hækka framlag samlagsins til umhverfismála og til að taka þátt í umhverfisverkefnum á vegum sveitarfélagana sem að samlaginu standa. Samlagi hefur á síðustu 3 árum verið að leggja til meiri fjármuni til umhverfismála og meðal annars staðið að gróðursetningu 20.000 trjáa og fegrað og hreinsað til á athafnasvæði samlagsins. Til umhverfismála á næsta ári áætlað að verja 11,5 milljón króna til umhverfisverkefnum með sveitarfélögunum og til beinna umhverfisverkefna samlagsins 3,5 milljón. Rétt að geta þess einnig að varaformaður stjórnar situr í samstarfshópum verndaráætlun fyrir Hverarstrýturinn Eyjafirði. Mjög mikilvægt að koma á bættum umgengnisreglum á svæðinu og nú unnið að nýrri verndaráætlun fyrir svæðið. Þær voru friðlýstar 2001 og 2007. Loftslagsmál snerta starfsemi samlagsins mikið, einnig rafvæðing hafna eitt af þessu verkefnum og samþykkti stjórn í haust að leggja til viðbóta framkvæmdafé við lengingu Tangarbryggju. Komið verður fyrir íþróttalögnum og reikna með að mögulega verði á síðari stigum að koma fyrir háspennutengingum fyrir smærri skemmtiferðaskip og flutningaskip. Áætlun gerir ráð fyrir að kostnaður við að koma fyrir aukalagnaleiðum séu 35 milljónir með afski. Jafnframt telur stjórn, eins og áður hefur komið fram, að ekki sé gerlegt að ráðast í heildaruppbyggingu að rafvæðingu og hafna nema stjórnvöld komi að verkinu með einhverjum hætti. Að lokum rétt að minna á að áramótin taka gildi ný lög leyfilegt brennisteinsinnihald innan landhelgi í skipaeldsneyti. Leyfilegt brennisteinsinnihald verður þó lækkað úr 3,5% niður í 0,1%. Mjög mikilvægt skref fyrir okkur öll til bættra loftgæða. Eins og þið heyri að mörg að taka í rekstri samlagsins, en ég ætla að láta hér staðinn mér. Ég vil að lokum nota þetta tækifæri til að þakka öllu starfsfólki samlagsins fyrir velunnin störf og sömuleiðis þeim sem hafa starfað með mér í hafnarstjórninni bestu þakkir fyrir gott samstarf og ég býð nýjan stjórnarmann velkominn, Þórar Jónsson. Takk fyrir mig. Já, það hefur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson lokið máli sinni. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka formanninum fyrir mjög gott yfirlit og hrósa honum og starfsfólki hafnasamlagsins. Við heyrum að það mjög mikill þróttur í þessari starfsemi og fjárfestingar, hvers sem litið uppbygging og ég fagnaði sérstaklega að það sé verið að taka tillit til möguleika á rafvæðingu að minnsta kosti smærri skipa, þó að eins og kom fram að það þurfi aðkomu ríkisins með einhvers konar stuðning við að koma á slíkum innviðum því að þetta mjög hár stofnkostnaður. En það greinilegt að við erum í gegnum hafnasamlagið að skapa mjög góða aðstöðu fyrir þessa hafnsæknu starfsemi hérna í sveitarfélaginu, hvort sem að við lítum á Akureyri eða Hrísey eða Grímsey og mjög ánægjulegt að geta bakkað upp hvort heldur ferðamennska, sjávarútvegur, flutningar, hvað það Og svo vil ég sérstaklega nefna varðandi Dysnes, ég tek undir það sem kom fram að til framtíðar þá það mjög áhugavert svæði með mikið landrými og hægt að skapa mjög góða aðstöðu fyrir stærri skip og kannski sennilega verður það framtíðin að
þar verði byggt upp og kannski svona stærsta eða grófasta starfsemina, hvað á að kalla það, flytjist þangað. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágæta bæjarfulltrúar. Ég vil eins og bæjarfulltrúi Andri þakka formanni hafnarstjórnar fyrir gott innlegg og skýrt. En mér langaði kannski aðalega til þess að forvitnast nokkra þætti. Í fyrsta lagi til formlegu samningur það milli sveitarfélagana hvernig eignarhluturinn í samlaginu Það er að segja hversu stór hlutur Akureyrarbæjar og þar fram til götu. Í öðru lagi, hvert fara þessi grænu fjármuni sem talað hérna eins og 15 milljónar, þar sé 11,5 milljónin og svo aftur 3,5 sem ætlaðar til umhverfisverkefna eða hafa verið að fara. Og mér langar til að leggja það til hérna, þar sem að það búið að skipuleggja græna trefil. Það sem eftir á hana, hérna norðan Glerár, það sem búið að tegundagreina svæði og stilla upp og skipuleggja og liggur fyrir núna bara flott skipulag. Hvort það væri ekki ráð að við fengjum hafnarsamlagið með okkur í lið til þess að flýta því verkefni og koma því hraðar upp. Þannig að þetta verði þá sjáanlegt hérna í bænum og bæjarlandinu og við fáum öll að njóta afrakstur þess. Þannig að það verði gert eitthvað samkomulag milli hafnarstjórnar og bæjarins uppbyggingu þessa græna trefil sem eftir Miðað við þær áætlanir sem hafa verið uppbyggingu hans, þá mun þetta taka okkur ansi mörg ár og ganga hægt, ef ég man það rétt. Svo langaði mig til að forvitnast líka að því að hafnarmannvirkin öll á Odeyri. Hvernig og við hefum verið að tala það að þétta byggð eða vera með blandaða byggð austan alveg stólu úr mér götuheitinu þarna niður frá. Blandaða byggð. Þar sem við vorum að hugsa stórhýsið meðal annars og á þessum reit sem þarna við hafnarsvæðið. Hefur hafnarstjórnin eitthvað lent í því að fyrirtæki séu að ávarpa það við hafnarstjórnin að þetta sé ekki góð þróun? Af því að aðalskipulag gengur dálítið út á það að vera með blandaða íbúðabyggð og atvinnustarfsemi á þessu svæði. Þannig að ég bara svona forvitnisækir. Öðru leyti að þá finnst mér gengur hafnarsamlagið náttúrulega vel. Þetta skilar miklum arði og hjálpar okkur að halda rekstri A og B hlutans innan ramma sem veitir ekki af og bara hið besta mál og mér sýnist bara allt ganga mjög vel í þessu fyrirtæki. En það væri gaman að fá svör við þessum spurningum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt og aðrir að þakka formanni fyrir fína yfirferð. Það var gaman að lesa þessa söguskýringu þarna fyrst og svo aðeins við reksturinn. Ég tek undir með bæjarfulltrúi líka Gunnar. Það greinilegt að fyrirtæki eða samlagið á blúsandi ferð og gengur vel í rekstri. Ég langar aðeins að forvitnast, það svona 2-3 spurningar. Aðeins svona hvort að því að sitt nú í brothættum byggðum hópnum, hvort að sé einhver sérstök verkefni áformuð í Grímsey og Hrísey sérstaklega og hver, ef einhver þá hver, og svo hvort að stjórn samlagsins hafi eitthvað íhugað takmörkun á fjölda skemmtiferðaskipa í einu. Ég gerir nú ráð fyrir kannski að sé eitthvað, en hvort það sé einhver regla og hvernig hún sé þá.
Ég ætla að fagna því að þessa áherslu á umhverfismálin. Þetta er náttúrulega alveg gríðarlega stórt og mikið það talað í sveitarfélaginu að skipin sé að menga hérna svona mikið, það er að segja skemmtiferðaskipin og það er ágefni að því að við viljum vera kolefnishlutlaus og allt það. Þannig að ég fagna þessum umhverfissjóð, ég held að við verðum ekki í neinu vandræðum með að finna einhver verkefni og græni trefillinn bara veltillisfallin líkt og mörg önnur. En ég ætla þá líka að hvetja stjórnina til þess að gefa bara á komandi árum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir er lokið máli sínu og færi inn eftir stjórnfundarins. Já, takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vil koma einna upp og þakka fyrir þessa yfirferð. Mér langaði líka að koma sérstaklega vegna þess að ég er spennt fyrir þessari uppbyggingu Torfunufsbryggju og tengingu hennar við uppbyggingu í miðbænum almennt og hlakka til að sjá tengingu þar á milli og ég upplifi að hafnarsvæðið okkar hérna á þessu svæði Torfunufsbryggjuna sé í hjarta bæjarins og til ákaflega mikilvægt þess vegna að við horfum með þeim hætti á þá uppbyggingu og ég held að hún geti verið alveg einstök og tenging okkar við hafið og vatn reyndar almennt fyrir okkur mennina er mikilvæg og þess vegna mikilvægt að við horfum til þeirrar uppbyggingar til notkunar bæði fyrir almenning ekki síður en aðra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú bara þakka fyrir þetta og þakka forseta sérstaklega fyrir að taka upp einmitt þessi þetta með mengunina af völdum skemmtiferðaskipa og svona hvernig stefnan er með það. Eftir þess að ég best veit þá var það einhvern veginn þannig sem ég held að hafi tengst atvinnustefnu Akureyrarbæjar að því var einhvern veginn velt yfir á hafnasamlagið að gera einhvers konar stefnu í móttöku á skemmtiferðaskipum og eftir þess að ég best veit þá svo stefna verið unnin og einhvers konar í raun og veru eins og eðlilegt má segja einhvers konar þjónustu stefna, það er að segja hvernig þjónustu ætlar hafnasamlagið að veita þeim skipum og mér langar til að spyrja kannski forseta eða formann stjórnar Akureyrarstofu kannski ekki síður hvar stendur þetta mál núna það hvar bæjaryfirvöld ætla að taka umræðuna stefnu fjölda skemmtiferðaskipa. Af því að við sjáum það auðvitað að hafnasamlagið þó að séu undir pólitíska stjórn og heyri undir Akureyrarbæ að þá þetta samt svona mjög ekstra miða fyrirtæki, þannig að það er þá bara þannig að kjörnir fulltrúar þurfa að standa sig í því að móta þá stefnu sem að þeirra lítur að hagsmunum almennings gagnvart þessari starfsemi. Þannig að ég vil bara kalla eftir þessu. Það er bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetum að gefa mér orðið, taka við stjórn. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Ég kem nú upp eiginlega einmitt til þess að gera tilraun til þess að svara þessu en mér skilst að stjórn Akureyrarstofu hefur ekki unnið þessa vinnu og bæjarfulltrúarnir hafa ekki rætt þetta en þetta er bara gott tækifæri eins gott tækifæri og hvað annað til að ræða þetta. Ég held og þess vegna var ég kannski að kalla þess eftir bara viðbrögðum stjórnar hafnasamlagsins. Það er að segja maður þarf svolítið að vita hvert umfangið, hversu mikið það að minga. Við erum að fá nýjar reglugerðir hérna fyrir landið á næstu árum, hvað þýðir það og svo þurfum við þá í sameiningu einhvern veginn að komast að því hvað ef eitthvað eigum við að takmarka það og hvernig ætlum við að bregðast við þeirri mengun sem að þau samt sem áður skilja eftir. Ætlum við að vera með eins og hafnasamlagið hefur gert, verið að ég veit að eða planta trjám til þess að svona vega á móti og dugar það og svo framvegis. Þannig að þetta krefst miklu meira samtals held ég, en það væri bara aðeins gott að heyra hversu mikið þetta hefur verið rætt inn í stjórn samlagsins og við þurfum svo að taka boltan hérna megin. Alveg bara hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Sóli þar.
Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og þá tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, bara því að þessu var beint inn til okkar að þá tók stjórn Akureyrarstofu fyrir á fundi sínum til umræðu þessa umræddu stefnu sem Hafnasamlagið lagði fram og taldi hana samræmast ágætlega þeim markmiðum sem tengjast ferðamálastefnunni, en síðan spurning næstu skref að þetta nýgerst, hvað tengist á umhverfismálum og þá spurning líka með hvort að það heyri undir UMSA, það sem Akureyrarstofa fyrst og fremst að hugsa ferðamenn, höfnin sérstaklega að hugsa þjónustu við sína viðskiptavini, en þá það spurning ef að þá að ræða einhvers konar umhverfissjónarmið með hálfu bæjarins að þá væri það hjá UMSA, en nú erum við næstu í konu á vinnufund, en ég vildi allavega upplýsa svona þessa stöðu, en þetta bara að því að þetta bara nýgjast að bæði stefnan var send okkur og okkur leikst bara ágætlega á hana hvað varðar ferðamennina. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls formaður Þorsteinn Hlynur Jónsson. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að reyna að svara þessum spurningum sem að mér beitt. Gunnar spyr eignarhaldið á Hafnasamlaginu og hvernig hluturinn hafi verið fundinn út og hvort það sé til samningur það. Það var á sínu tíma þá lögðu sveitarfélögin eignir inn í þetta samlag og þannig fundu þau út eignarhlutinn. Og það samningur, stoppsamningur og honum hefur ekki, hlutfallunum hefur ekkert verið breytt eftir það en þess að samlagi hefur síðan náttúrulega rauninni búið til það eigið fé sem í félaginu. Eigendurnir hafa ekki lagt til fé. Þú spurðir umhverfissjóðinn, þessar 2 milljónir. Já, mér minnir að við séum að setja 2 milljónir í gróðursetningu trjáa og höfum gert það síðustu ár og af þessu 3,5 sem við erum með, þá stefnum við að gera það áfram. Skógræktin hefur séð þetta fyrir okkur og mér segir svo hugur að þetta hafi farið í græna trefilina stæðstu öllu leyti, ég veit það ekki. En þeir hafa allan séð þetta fyrir okkur. Það eftir að koma í ljós hvaða verkefni við tökum eða til hvaða verkefni sveitarfélögin fara í með þeirra peningur sem við erum tilbúin að koma að. Þú spurðir Oddeyrina, hvort að hagsmunaaðilar hefðu áhyggjur af þéttingu byggða. Við könnumst nú ekki við að menn hafi þannig séð haft áhyggjur af þéttingu byggða. Menn hafa bara áhyggjur af því að það verði ekki til svæði til að fara í frekari stækkun eða nýsköpunar á bara hafnsækinni þjónustu og en ég held að við fögnum öll bara uppbyggingu á Oddeyrinni og það bara verið sátt við atvinnusvæði. Halla, þú spurðir brothættar byggðir. Við erum ekki með nein sérstök verkefni í gangi sem að hægt að sitja undir brothættar byggðir. Við erum með starfsmann og búin að vera með nokkur ár út í Grímsey sem hefur verið að sinna nærumhverfinu, taka til, laga til og hugsanlega hefur hann verið að sinna einhverju verkum sem kannski UMSA hefði átt að sjá fráganga rusli og fegra bæinn. Ég skal ekkert segja til það. Þetta þó okkar stuðningur en í Hrísey höfum við ekki tekið þátt í neinum sérstökum átökum. Takmörkun á ferðum skemmtiferðaskipa spurt einnig og það nú búið að svara eiginlega fyrir mig hérna. Þetta kemur fram í ferðamálastefnunni, hvernig við stýrum ásókn skemmtiferðaskipa til okkar.
það er reynt þessu er stýrt og það er reynt að snúa skipum og það er reynt að færa þannig til að álagi verði sem minnst og þetta hefur bara tekist ágætlega. Þetta kemur fram í stefninu okkar hvernig þetta er framkvæmt. Nú, já, var eitthvað meira? Ég held ekki. Takk fyrir mig. Þá hefur formaður stjórnar Þorsteinn Hlynur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá segjum við umræðu lokið þennan lið